Já, Andri, hörkuleikur í kvöld. Já, mér finnst þetta að vera hörkuleikur. Keflavíkur stelpurnar spiluðu vörnina framalega. Fyrstu leysa það ágætlega en ekki kannski að klára færin. Okkur vantaði miðherja og eina aðra lykilmannesku. Hvað heldur að hafa verið svona skildiliðin að hérna? Ég veit ekki hvað ég að segja. Mér fannst ekki mikið skila liðina, þó að það var ágætið að svona... Það er náttúrulega að byrja að pressa allan völl þarna, bara snemma í öðru leikluta. Það virtist koma svona ákveðið fáta á leikmenn þína. Og þær fá að ýta rosalega mikið í þessari pressu, það nota okkur til að bremsa sig af. Það er leiðir til að stoppa sig. Þetta kannski geta að spila aðeins betri vörn en svo, það þurfa að svindla svona sko. Dómarinn eiga líka bara að stoppa það af strax. En Siggi var svo fljótur að kvarta yfir dómgæslunni móti, 25 stigum yfir. Það er ekkert heldur rosalega smart. En ég ætla ekki að væli við því, það var ekki dómgæslan sem gerði þetta. En við erum að læra að spila og við erum að læra að spila á þessu háa plani sem þær ráða við, en við aftur á móti ekki. Nú eru þau næstar í deildinni, skilur rétt? Já. Hverju sérðu möguleika Breiðabliks að halda sér uppi núna í vetur? Að halda sér uppi eða ekki, við þurfum bara að vera betri á morgun en við vorum í dag. Og það eru heilmiklu möguleikar á því að við þurfum að vinna leiki. Mér finnst ekki óhægt að við þurfum að vinna einn og einn leik í síðustu umferðinni og þá erum við bara í góðum málum. Ég veit ekki hvernig leikirnir fóru hjá KR og Hamri í kvöld en KR-ingarnir voru að mæta svolítið kannski í vængbrotnuliði Vals en við sjáum bara hvernig það spilast.